Einar, stórleikur gegn Haukum á þriðjudaginn, hvernig leggst leikurinn í þið? Bara leggst mjög vel í okkur og spilum vel á móti Aftureldingu í síðustu umferð og búin að spila einu sinni við Haukana í vetur og það gekk mjög vel. En við vitum að þetta verður gríðarlega erfiður leikur en við ætlum okkur bara stór hluti. Hverjir telur svona séu helstu styrkleikar Haukana? Þeir eru náttúrulega með frábæra markmenn og vörn og það sem þeir vilja fá er að ná vörnin í gang og skora úr hraðablöpum. Það er þeirra styrkur og við þurfum að vera með góða sókn til að koma fyrir að þeir ná að skora mikið á okkur hraðablöpunum. Þið að spila mjög og marga góða leiki en einu á milli góðan slakir leiki, hvað veldur? Það er ekki gott að segja, náttúrulega við erum svolítið búin að vera erfiðleikum með að púsla sama liði, kannski 2 leiki í röð út af meiðslum og öðru en við erum bara að vinna í því að jafna sveiflurnar og reyna að spila vel alltaf og ég er bjartsýnn á að það sé að koma. Góða sigur Aftureldingu í vikunni, gefa ekki bara góð fyrirheit fyrir leikina á þriðjudaginn? Jú, ég held það. Þetta bara spiluðu mjög góða vörn og markvarslan var frábær og við þurfum bara að ná því aftur upp á þriðjudaginn og ég held líka bara ef að áhorfendur fjölmenna og styðja okkur vel þá held ég að strákarnir verði á fullu á þriðjudaginn. Er ekki fullt hús málið? Það hlýtur að vera frítt inn og skemmtiatriði var ég að heyra, þannig að ég trúi ekki að Hafnfirðingar fylli húsið.